Ég segi þannig að fund bæjarstjórnar Fljótsdalshéraðs settan. Þetta 283. fundur bæjarstjórnar og hann haldinn 17. október. Fyrir fundinu liggja 8 dagskrármál og við göngum til fyrsta þeirra. Það fundargerð bæjarráðs Fljótsdalshéraðs, 442. fundur. Anna Alexandersdóttir bæjarfulltrúi sem tekur til máls. Forseti og góðir fundamenn. Já, þetta hér liggur fyrir fundargerð bæjarráðs Fljótsdalshéraðs nr. 442. Þessi fundur var haldinn 8. október síðastliðinn og það eru 7 liðir þarna sem liggja fyrir en einn tekinn út. Og það liður 1.4 sem aðalfundur Heilbrigðiseftirlits Austurlands 2018. Boðað til aðalfundar Heilbrigðiseftirlits Austurlands 24. október kl. 13:30 í Teihúsinu á Egilsstöðum. Og eftirfarandi tillaga lögð fram að tillögu bæjarráðs samþykkir bæjarstjórn að fela Birni Ingimarssyni að fara með umboð og atkvæði á fundinum og að Davíð Sigurðarson verði hans varamaður. Það ekki fleira tekið hér út en mig langar aðeins að koma inn á lið 1.6 uppbygging vindorku innan Fljótsdalshéraðs og þar sem afgreiðsla bæjarráðs staðfest. Þetta mál var sent inn í 3 nefndir, fastanefndir sveitarfélagsins, atvinnu- og menningarnefnd, umhverfis- og framkvæmdanefnd og náttúruverndarnefnd. Og nefndirnar þar fjölluðu mjög jákvætt, tóku mjög jákvætt í þessi mál en það sem kom frá þeim öllum var að þetta þyrfti að fara inn í endurskoðun aðalskipulags varðandi þau svæði sem við viljum taka og viljum þá nýta undir vindorku. Og ég bara mjög sátt með þessa niðurstöðu. Ég reyndar hrifin af að skoða þetta. Mér finnst, ég meina vindorka ef að þarna eru það er tækifæri í sveitarfélaginu okkar í þessu en við þurfum samt að skoða þetta í heildarmyndinni með öðrum verkefnum og þannig að við skoðum kannski ekki einhver önnur verkefni með því sem við förum í. Þannig að mér finnst þetta að vera bara komið í góðan farveg þarna. Takk. Herðu, já, ég ætla að klára. Það sem sagt fundargerðin hér lögð fram til umræðu og afgreiðslu. Takk. Já. Anna Alexandersdóttir hefur þá lokið máli sínu og orðið þá laust undir þessum fyrsta lið einhver sem óskar eftir því að taka til máls. Eva Gunnar Jónsson bæjarfulltrúi. Forseti, gott fundarfólk. Aðeins örstutt langar mig að koma hér inn á lið 1.6 uppbygging vindorku innan Fljótsdalshéraðs. Og hef kannski ekki óskaplega miklu við það að bæta sem að bæjarfulltrúi Anna Alexanders nefndi hér undir þessum lið hér áðan en mér langar samt að árétta þá skoðun mína að við svona í mínum huga eigum við að vera opin fyrir því sveitarfélagið sem slíkt að hér sé hægt að byggja upp vindorkuver. Við tölum, það ekki síst núna á þessum tímum sem verið að tala hér mikið um kolefnissporið og það dæmi allt saman og sé nú einhver hrein orka til þá það að mínu viti vindorka. Og hér eru vatnsaflsstöðvar og ef ég skil þetta rétt þá fer þetta mjög gjarnan mjög vel saman með vatnsafli að gera heildarnýtingu á þessu og hvorutveggja þetta náttúrulega vistvænt og endurnýjanleg orka. En við skulum kannski ekki gleyma því heldur að mínu viti vindorkuver, það afturkræft fyrirbæri, nánast alfarið vil ég meina og ég bara
vil segja undir þessum lið og ég get tekið undir það að við þurfum að vera með þetta á hreinu í skipulagi eins og hér kom fram og kom fram líka í áliti nefndana að þá finnst mér þetta vera eitt af því sem að ýtir á það að við þurfum að koma aðalskipulagi sem allra fyrst á stað þannig að við getum tekið á móti svona umsóknum sem að eiga eftir að koma inn á okkar borð. Það er mjög vont að þurfa að draga lappirnar í þessum máli en okkur er nauðugur eitt kostur hvað það varðar. Ég ætla ekki að styðja það að menn fari í gegn einhverju á meðan þetta er ekki í skipulagi. Það er kannski það sem ég vildi ekki síst koma hér á framfæri að þetta er eitt af því sem ýtir virkilega á það að koma aðalskipulaginu af endurskoðun aðalskipulags af stað sem allra fyrst. Og þá ætla ég rétt að vona það að við finnum einhverju svæði á okkar stóra héraði sem er hægt að nýta til framleiðslu á þessari vistvænu orku. Gunnar Jónsson hefur lokið máli sínu og orðið er ennþá laust. En ef enginn kveður sér hljóðs þá loka ég mælendaskrá og við göngum til afgreiðslu einstakra liða sem er rauninni, það er bara einn liður, 1.4, aðalfundur Heilbrigðiseftirlits Austurlands 2018. Þar er tillaga sem er borin upp eins og var lesin og kynnt hér áðan, þeir sem samþykkja gefur merki með því rétt upp hönd. Takk fyrir, það er samkvæmt samhljóða. Og eins og fram kom hér áðan að þá er sömulegis liður 1.6, þar er afgreiðsla bæjar og staðfest. Og ekki gera athugasemdir við þá afgreiðslu, þannig að við lokum þá þessum fyrsta lið og förum í annan lið. Það er sömuleiðis fundargerð bæjarráðs Fljótsdalshéraðs, það er 443. fundur og til máls tekur Anna Alexandersdóttir bæjarfulltrúi. Forseti og góðir fundamenn. Já, það er 443. fundur bæjarráðs Fljótsdalshéraðs. Hann var haldinn 15. október síðastliðinn, þannig núna síðastliðinn mánudag. Fundargerðin sem þarna liggur fyrir, hún var í 7 liðum og það er líka bara einn liður tekin út í þessari fundargerð. Það er liður 2.6 sem er frumvarp til laga breytingu á ýmsum lögum til að heimila skráningu lögheimilis barna hjá báðum forsjárforeldrum. Og það er eftirfarandi tillaga lögð fram. Bæjarstjórn Fljótsdalshéraðs getur tekið undir að ástæða sé til þess að bæta og skýra réttarstöðu foreldra sem deila forsjá barna sinna. Þrátt fyrir það telur bæjarstjórn ljóst að frumvarpið sem slíkt snýr fremur að hagsmuni foreldra en því að tryggja hagsmuni og réttindi barns. Samanber það sem fram kemur í umsögn Sambands sveitarfélaga en þar er vísað til afstöðu umboðsmanns barna til málefnisins. Bæjarstjórn bendir einnig á það sem fram kemur í umsögn Sambands sveitarfélaga að áhrif frumvarpsins á fyrirkomulag þjónustu sveitarfélagana yrðu veruleg og að þau áhrif hafa ekki verið greind eða kostnaðarmetin. Verður að gera þá kröfu til Alþingis að þaðan séu ekki samþykkt lög sem hafi víðtækar afleiðingar fyrir sveitarfélögin án þess að slíkt mat fari fram. Ekki er fleira tekið út í þessari fundargerð en þarna er liður sem ég hef grunn á okkur hérna við borðið langar þess að ræða sem er liður 2.7 sem er tillaga til þingsályktunar samgönguáætlun 2019-2033 og mér langar aðeins að fara inn á þennan lið meðan ég hérna er uppi. En þarna er þessi liður samskráður í vinnslu vegna þess að við fólum bæjarráð, fól bæjarstjóra það að taka saman umsögn til að senda inn hérna til Alþingis. Fyrir þetta. En mér finnst ég fagna náttúrulega mjög að samgönguáætlun sé komið fram. Og ég líka ánægð með það að við sjáum framkvæmdina áætlun sem við höfum verið að tala hér síðastliðin ár. En það eru samt mjög blendnar tilfinningar gagnvart tímalínu áætlunar. Og ég get eiginlega ekki annað sagt en ég er mjög svekkt að ekki sé horft til ályktana SSA.
Og ég velti fyrir mér hvort að við, og ég er ein af þeim sem hef setið í samgöngunefnd SSA síðastliðin 4 ár, ásamt 7 öðrum fulltrúum. Og svo náttúrulega samþykja stjórn, þetta fyrir stjórn SSA sem samþykir það sem staðfestir þessar ályktanir og svo allir fulltrúarnir á SSA-þinginu. Ég velti fyrir mér bara hvort við séum á einhverju villigötum. Vegna þess að það sem er í forgangi í ályktunum SSA, það er alltaf 3. tímabili. Og þessi áætlun, það sem ég var búin að rýna, þá er hún ekki full fjármagn heldur. Það er gat. Það er svolítið mál að grúska í fjármálaáætlun og grúska í og láta þetta, skoða þetta allt saman, en ég geti trúa að það vanti bara alltaf 20 milljarða til að loka því sem er þarna inni núna. Og ég velti fyrir mér varðandi fulltrúi samgöngunum hvort að við getum bara gert eitthvað annað við tíman okkar sem nýtist Austurlandi betur heldur en augljóslega við sjáum í þessari áætlun hvað að ef ekki er hlustað á það. Og þá spyr ég hvað hefur Vegagerðin verið þá að sýna okkur fram á það. Hvaða rök þeir hafa fyrir öðru og hvað þeir hafa til grundvalla sínu mati sem við erum þá greinilega ekki með. Ég fór að ganni í gærkvöldi í smá talnaleik, veit ekki hvort ég ætla ekki að lesa þetta svo sem allt upp, kem kannski aftur upp og eftir, en samtalsinn á Austursvæði, er ég með ef ég fer bara í lengri áætlun, 15 ára áætlun, þá er Lón, Hornafjarðarfljót, Steinavötn, Kota og Morsa, það er þarna inni, þá er þetta á fyrsta tímabili 9,6% af samtals almennu verkefnum. En ef ég tek suður hluta Austurlands út, þá er þetta 3%. Þá er þetta 1360 milljónir. Og á öðru tímabili er þetta 4,2% eða 11,5% ef Austursvæðið er eins og þeir skilgreina Austursvæðið. En svo náttúrulega er 3. tímabili með 49,4%. Þá eru náttúrulega komið inn mikla fjárhæðir í Fjarðarheiðargöng. En sem við vitum, þetta er bara svo langt fram í framtíðina. Og mér finnst líka í 5 ára áætluninni ef við tökum hana, 2020, ef ég tek aftur bara kjördæmið okkar, þá er það 0 krónur. 2021, 0 krónur. Þannig að þetta er bara eiginlega varla hægt að sætta sig við þetta. En ég ætla ekki kannski að fara dýpra, en ég var búin að reikna út á öll svæðin og svona, þannig að kannski kem ég með á eftir ef kom upp einhverja vangaveltur. En fundagerð bæjar á Fljótsdalshéraðs, þannig að nr. 433, og hún er hér annars þá til umræðu og afgreiðslu. Anna Alexandersdóttir hefur lokið máli sínu og orðið er laust. Undir þess með öðrum lið, Björg Björnsdóttir bæjarfulltrúi. Forseti, bæjarfulltrúar og geti funda menn. Mér langar fyrst til að koma aðeins inn á lið 2.6 sem að ég held að sé mörguleiti er þetta góð tillaga sem að kemur hér til bæjarstjórnar til afgreiðslu og ég held að það sé mjög brýnt að það þetta mál verði tekið til alvarlegrar umfjöllunar, það er að segja bætt og skýrð réttarstaða foreldra. Mér langar þó til að koma með smá breytingartillögu á þessari tillögu sem hér liggur fyrir og það er í raun og veru aðalega það að svona hnykkja á stuðningi með því að það verði farið í það að bæta og skýra réttarstöðu foreldra og kannski bara þetta er svona örlítil orðalagsbreyting. Þá myndi hún hljóða svona: bæjarstjórn Fljótsdalshéraðs tekur undir að ástæða sé til þess að bæta og skýra réttarstöðu foreldra sem deila forsjá barna sinna. Frumvarpið sem slíkt fjallar enda einkum hagsmuni foreldra
en það er engu að síður brýnt að tryggja hagsmuni og réttindi barna, samanber það sem fram kemur í umsögn Sambands sveitarfélaga, en það er vísað til afstöðu umboðsmanns barna til málefnisins og svo framvegis óbreytt eftir það. Ég held að við eigum ekki að vera feimin við það að taka undir það að það þarf að fara í þessa umræðu réttar stöðu og foreldra sem skyldir að skiptum. Það er til dæmis með tilliti til barnabóta. Mér langar einnig til að taka hér undir það sem bæjarfulltrúi Anna Alexandersdóttir var að fara svo vel yfir hér undir lið 2.7, það er að segja nýja samgönguáætlun. Ég verði eiginlega að viðurkenna að mér varð eiginlega bara mjög brugðið þegar ég sá þá samgönguáætlun sem ráðherra lagði fram í þinginu og ég veit eiginlega ekki almennilega lengur hvað við eigum til bragðs að taka. Í áraraðir hefur verið kallað eftir því að sveitarfélögin sammælist forgangsröðun framkvæmda á sínu svæði og það hefur Samband sveitarfélaga á Austurlandi gert í mörg herrans ár og hér kemur svo allt í einu fram áætlun þar sem gengið þvert á samþykktir SSA. Annarkvort verið að segja okkur það að það sé kveði bara við nýjan tón að hálfu hins opinbera, hvað varðar þetta? Já, eða þá hreinlega bara að það sem að við erum hér að rembast við með ærinni fyrirhöfn að koma okkur saman skiptir bara akkurat engu máli. Og fjármunirnir, ég held að það sé hárrétt hjá Önnu, það eiginlega til lítils að horfa á neitt nema 5 ára áætlunina og að horfa upp á það að hingað eigi að fara á 5 ára áætlun 1,3 og ekkert fyrir 2022 ekki satt hana. Það eiginlega þyngra en tárum taki. Á sama tíma erum við að tala til dæmis 17 milljarða ef ég maður rétt á vestursvæði. 1,3 versus 17, eitthvað á vestursvæði. Þetta getur bara ekki átt að vera svona. Og satt best að segja, þá hef ég bara nokkrar áhyggjur af því hvernig okkur, þessum landshluta að reiða af inn á hinu háa Alþingi. Og auðvitað verðum maður að vona að nú muni okkar þingmenn, við eigum jú 10 þingmenn, rísa upp og mótmæla þessari skiptingu eins og hún kemur þarna fram. Annars erum við illa stödd, svo ekki sem að sagt. Björg Björnsdóttir hefur lokið máli sínu. Gunnar Jónsson, bæjarfulltrúi, beðið máli. Forseti, gott fundarfólk, það liður 2.7. Tillaga til þingsályktunar samgöngu áætlun 2019 til 2033. Nú, ég veit eiginlega ekki hvar ég á að byrja, en ég vil nú byrja á því að taka undir hvert orð sem að bæjarfulltrúarnir Björg Björnsdóttir og Anna Alexanders hafa nú þegar sagt þessa áætlun og það mín skoðun að það sé mjög hæpið að vera að velta sér mikið upp úr 3. tímabilinu. Það við erum á toppi hagvaxtar sveifluna núna og í krónan, það var nú í fréttum síðast í gær, á krónan hefur nú þegar fallið 11% bara núna á tiltölulega stuttum tíma sem segir okkur það kannski að við séum svolítið að stíga niður úr þessari hagsveiflu og ég held að það sé kannski eitthvað sem að enginn þarf að verða hissa á. Ég held að þessi blessuðu króna okkar hafum legið tiltölulega hátt en þá staðan sú að við skulum segja að það sem kemur fram í þessari áætlun
á 5 ára tímabilinu að það sé fjármagnað, skulum við segja. Annað ekkert fjármagnað, hvorki annað eða þriðja tímabil og ég treysti engu sem þar er. Mér finnst það vera bara svona skot út í loftið og þar með búið að henda út þessum stóru framkvæmdum sem við erum búin að mæla hér fyrir innan SSA meðal annars og svo sem sveitafélögum hvert í sínu lagi árum saman, ef ekki áratugum saman og þeirra sér ekki stað í 5 ára áætlun og ekki valla á öðru tímabili, aðeins komið þar inn undirbúningur vegna Fjarðarheiðarganga en þetta segir mér ekki nokkuð skapaðan hlut og við erum jafnt í lausu lofti sem fyrr hvað þetta varðar. En áður en lengri haldi þá vil ég nú enga síður vissulega þakka það fjármagn sem að kemur þó í Borgarfjarðarveg, auðvitað fögnum við því og það var löngu tímabært og það skal ekki gert lítið úr því og ég vona að það nái fram að ganga eins og ég tel að 5 ára tímabilið sé fjármagnað og þar með sé það í höfn á þessu 5 ára tímabili. Nú, það svo sem búið að fara yfir þetta hér en ég vil árétta þetta. Þetta með ólíkindum að inn á austursvæðið eru 4,4 milljarðar á fyrsta tímabili. Þar af eru 3 milljarðar sem fara bara ekkert inn á Austurland, þeir eru bara á Suðurlandi sem að ég held að bæjarfulltrúi Anna Alexandersdóttir hafi kannski mismælt sig hér áðan, hún sagði á sunnanverðu Austurlandi, ég væntanlega við að tala, þetta einfaldlega inn á Suðurland, það bara ekki flóknara en það, þannig að ég ætla að leyfa mér að leiðrétta það og eftir stöndum við með þennan 1,36 milljarða og ég ætla ekki að líta úr því, ég var búin að þakka fyrir þá, takk. En á sama tíma eru til dæmis suðursvæðin bæði, þau eru að fá 22,5 milljarða. Vestursvæðið 17,8 milljarða. Norðursvæðið 3,8 milljarða. Hvernig eigum við að túlka þetta? Hvað ætla þingmenn að gera? Ég veit það að það allavega einn þingmaður sem reynda varaþingmaður búin að standa upp á Alþingi og fara yfir þetta og henni finnst þetta með ólíkindum. En ég hef kannski ekki séð beint viðbrögð annarra þingmanna. Ég veit það ekki. Ég enn að gera mér vonir að þeir láti þetta ekki yfir sig ganga. En samt eru þarna innan borðs þingmenn sem eru náttúrulega bara virkilega búin að vinna þessari samgönguáætlun. Þeir hafa verið í allri stöðu til þess. Og ég veit ekki hvað þeir ætla að gera. Hvernig stendur á því að þetta lagt svona fram? Af hverju þessum verkefnum hafnað eins og Axarvegi til dæmis? Þetta grundvallar samgöngubót fyrir Austurland. Sumir geta sagt það að þetta sé bara fyrir túrista eða eitthvað. En þetta nú bara ekki þannig, þetta bæði fyrir íbúa og túrista. Þetta stór mál að stytta leiðina inn á Austurland 70 km rúma. Svo tala menn hérna að það mjög tíðrætt kolefnisspor og annað. Hvar geta menn fengið svona snögga styttingu vega? En þessi vegur, hann notaður meira heldur en margir vegir sem hafa verið teppalagði nú þegar. Það þrefalt meiri umferð á þessum moldartróningum yfir Öxi heldur en á sumum vegum hér rétt norður undan sem eru löngu búið að teppalækja. Og ég fór þá meðal annars í sumar og það var bara, ég hrökk bara við þegar ég mætti bílum þar. Af hverju þetta svona? Ég kann ekki svara við því og þá kem ég enn og aftur að þessu líka að samtök sveitafélag á Austurlandi, þau eru núna árum saman búin að setja þetta í algjöran forgang, Axarveg og uppbyggingu Fjarðarheiðarganga. Þessu bara hent út af borðinu.
Og ég ætla bara að leyfa mér að nota þau stóru orð. Mér finnst þetta að vera ákveðin hroki í samgöngu ráðherra og þeim sem komu að því að gera þessa áætlun. Okkur er bara sendt langt nef. Ykkur kemur bara ekkert við hvað er verið að gera hérna á Austurlandi. Og Anna kom hér inn á, Alexandersdóttir bæjarfulltrúi kom hér inn á það áðan, hvort við hefðum eitthvað betra við tíman að gera. Ég veit það ekki, ég vil nú ekki gefast upp. Ég held að verðum nutta í þessu áfram. Og koma því einhvern veginn á framfæri betur, hvað gengur ykkur til? Og mér finnst ekki þetta óeðlilegt að ég kæmi bara og gera okkur grein fyrir því. Hvað þeim gengur til? Af hverju er ekki hort til þessa? Ég hef ekki svör við því. Og svekkelsið er gífurlegt. Það er óvægt að segja það. Og við erum að tala eitthvað sem heitir byggðastefnu og annað. Ég hélt nú kannski og vil nú enn halda það að þessi stjórn myndi nú kannski standa fyrir eitthvað sem heitir byggðastefna. Það er besta sem hægt er að gera fyrir byggðir landsins og meðal annars Austurland, það er að efla samgöngur innan Austurlands og inn á Austurland. Þessar stóru framkvæmdir sem við erum að tala eru hvortveggja þannig framkvæmdir. Síðan erum við hér að vinna að því og það eru nú liður hér seinna á dagskrá þessa fundar. Við erum að vinna að því að fara að sameina hér sveitafélög. Til þess að það sé virkilega hægt og virkilega að það geti unnið saman öll þessi byggðarlög sem eitt og heilsteypt sveitafélag. Þá þarf að efla þessar samgöngur. Það þarf að öxi þarf að koma til þannig að Djúpivogur getur virka hér með okkur. Fjarðarheiðargöng eru náttúrulega algjört lykilatriði fyrir Seyðisfjörð. Og þetta er ekki bara fyrir Seyðisfjörð og akkurat þá sem þar búa. Við skulum bara ekki gleyma því að þetta er stóra gáttin inn í landið. Fyrir utan hinn gáttin er jú Keflavíkurflugvöllur. Menn er ekki hissa á því að koma fjármagnið þar í uppbyggingu á Keflavíkurflugvölli. En hér kemur skip í hverri viku, hlaðið bílum fullum af útlendingum og frakt og það er bara undir hælilagt hvort að þið komist mikið meira en frá borði. Hvort þið komist hérna yfir Fjarðarheiðina. Og það má lukka vera að það verði ekki stórslys við þessar aðstæður. Mér finnst þetta vera langt nef að setja Fjarðarheiðargöng svona aftur fyrir. Og það er í raun og veru verið að brjóta ákveðið loforð sem er margbúið að gefa okkur í orði að það eigi ekki að verða uppróf í gangnagerð á Íslandi. En eins og þetta lítur út, þá er verulegt stopp í þessu. Þetta er allt saman óásættanlegt og ég ætla ekki að fjasa mikið meira þetta. Þið heyrið það á mér, ég er gífurlega svektur. Og mér brugði að þetta skuli geta komið fram. En ég ætla að leyfa mér úr þessum ræðustól hér að skora á þingmenn að hesja upp sig brækurnar í þessu máli og koma okkur til hjálpar. Þannig að við megum ríða aðeins feitari hesti frá þessari samgöngu áætlun heldur en hér er. Gunnar Jónsson hefur lokið máli sínu. Það kom þetta fram breytingatillagan, við þurfum að fá hana skriflega til okkar ef það verður að bera með. Anna Alexandersdóttir hefur beðið orðið svo Berglind Harpa Svavarsdóttir. Forseti og góðir fundamenn. Ég ætla að koma okkur til hjálpar, sagði Gunnar Jónsson bæjarfulltrúi. Ég ætla að taka undir það að þingmenn taki þetta upp og ég velti því upp hvað fyrir Austurland, Öxi og Fjarðarheiðargöng árið 2029 til 2033 og það er meira sér plús fyrir aftan Fjarðarheiðargöng 2033 plús því að það er ekki full fjármagna.
á 3. tímabili. Þannig að bara við getum ekki beðið svona lengi. Við verðum bara að það þarf að flýta þessu framkvæmdum. Og Gunnar Jónsson bæjarfulltrúi, hann fór nú inn á flest það sem ég ætlaði að nefna eftir að ég bað aftur orðið, varðandi lið sem hér seinna á dagskrá með sameiningu sveitarfélaga, og þarna spila bara þessar framkvæmdir sem eru 3. tímabili gríðarlega miklu, skiptir bara mjög miklu máli að þetta að við komum þessu á til þess að styðja við það að við getum sameinast Ég vil líka taka undir það varðandi Borgarfjarðarveg. Við fögnum því að Borgarfjarðarvegur komin þarna inn og við fögnum því að það sem á 1. tímabili það Borgarfjarðarvegur. Og þó að það sé ekki fyrir en á það ekki fyrir en á 2023 sem svona Eiðar Laufás kemur inn og klárast, en Vatnsskarðið og Njarðvíkurskriðurnar eru bara á næsta ári og það er mjög gleðilegt. Þannig að við tölum það ekki niður og fögnum því. En þetta að efla samgöngur innan Austurlands og inn í Austurland, eins og Gunnar Jónsson bæjarfulltrúi kom inn á áðan, þetta er bara lykillinn fyrir okkur. Þetta það. Við ætlum að stefna hér að sameiningu sveitarfélaga, þannig að hér verða þá orðin 4 sveitarfélög vonandi innan ekki margra ára og svo 1. Það er náttúrulega framtíðarsýnin, mín allavega. En til þess verðum við að fá meiri fjármuni í samgöngubætur. En ég ætla líka að nefna með Egilsstaðaflugvöll, það er gleðilegt, Egilsstaðaflugvöllur inn á 1. tímabili. Það kemur 2022 og 23. Það eru svona stærri tölurnar í þeim fjármunum sem koma á yfirborðs viðhald flugbrauta og hlaða, og þetta eins og ég skil bara malbygg á völlin, og þetta er bara eitthvað sem þarf að gerast, því að annars verður ekki hægt að lenda hérna. Þannig að þetta er viðhald, þetta er ekki val. Takk. Anna Alexandersdóttir hefur lokið máli sínu og Berglind Harpa Svavarsdóttir tekur næstu máls. Það er fulltrúi. Forseti, góðir fundarmenn. Ég langar aðeins að bæta við. Þetta er náttúrulega bara orðlaus yfir svo alls saman. Og ég er bara að spá í þegar verið að rökstyðja af hverju hún er svona samgönguáætlun, þá er verið að vitna í slysatíðni og hún há á Suðurlandinu og svona, en það gengur bara engan veginn, þá fáum við bara ekkert austur. Ég held að við þurfum bara aðferðafræðin til að láta bara hlusta á okkur. Ef það er ekki hlustað á okkur í gegnum ályktanir SSA, það eru við sem búum hér og þeir geta ekkert sett sig í spor okkar. Þess vegna er SSA, við búum hér og við forgangsröðum hvernig við viljum hafa það. Það er ekki horft til þess, þá er bara spurning hvaða aðferðafræði eigum að nota. Ég held að þurfum bara að fara að skoða skattaprósentu Austurlands. Hvað leggjum við til sem Austurland? Og hvað getum við farið fram á? Þarf ekki að horfa til þess upp á að skoða þá hver okkar hlutur ætti að vera í samgönguáætlun. Þannig ég held að þurfum bara að vera svolítið hávær þar, fyrst það er ekki hlustað á okkur á annan hátt. Takk fyrir. Berglind Harpa Svavarsdóttir hefur lokið máli sínu og orðið ennþá laust. Ég hef kannski hugaði að komast á menningarskrá. Já, Stefán Bogi Sveinsson, bæjarfulltrúi. Forseti, ágætt fundafólk. Ég ætla að tala hér aðeins lið 2.7. Ég ætla ekki að bæta verulega þá umræðu sem hér hefur orðið, sem býsna góð og allt satt og rétt sem hér hefur komið fram.
Mér langar þó til þess að ítreka það að það alveg rétt sem að komið hefur í máli ýmissa bæjarfulltrúa hérna. Það hefur verið lögð á það áhersla að fulltrúar sveitarfélaganna á Austurlandi komið sér saman ákveðna forgangsröðun verkefna. Það var svo sem ýmsir orðið til þess að ræða þetta með þessum formerkjum, en þeir sem að harðast hafa lagt að sveitarstjórnarmönnum á Austurlandi hafa einmitt verið þingmenn Norðausturkjördæmis. Það vill nú þannig til að þetta ferli við gerð samgönguáætlunar er býsna langt, það eru margir sem koma að og nú er búið að leggja fram þessa tillögu sem samgönguráðherra er að gera. Það er ljóst að inn í þessari tillögu þá hefur ekki verið hlustað á þau sjónarmið sem að sveitarfélögin á Austurlandi hafa verið að leggja upp með. Hver svo sem ástæðan er fyrir því? Þar eru einhver önnur sjónarmið sem að ráða för, en ég held að ef maður horfir á niðurstöðuna 1 milljarður á fyrsta tímabili, það blasir bara við að þetta er ekki eðlileg niðurstaða. Það er greinilegt að ekki hefur verið litið til allar þeirra sjónarmiða sem að rétt er að líta til þegar verið er útdeila þessum fjármunum. Og það eitt og sér hefðu þetta átt að vekja athygli manna áður en lögðu áætlunina fram. En aðalvinnan er jú ennþá eftir. Það er Alþingi sem tekur ákvörðun það hvernig þessi samgönguáætlun lítur út. Og á Alþingi sitja ju nefnilega þingmenn Norðausturkjördæmis, þeir sömu og hafa einmitt ár eftir ár talað það að það sé svo mikilvægt að tryggja samstöðu forgangsröðun. Og nú er einfaldlega komið að þeim. Gott og vel, samgönguráð, vegagerð, samgönguráðherra, einhverju hluta vegna sjá þessir aðrir ekki ástæðu til þess að horfa til þess. En ég lít svo á að þingmenn þessa kjördæmis hljóti að vera skuldbundnir til þess að horfa til þeirra ályktana sem SSA hefur samið. Það er verulegur mismunur á því sem framkemur í ályktuninni og því sem að sveitarfélög á Austurlandi hafa verið að boða. Það er líka verulegur skortur á fjármagnunarsvæði. Þetta tvennt ætlistu til þess að okkar þingmenn lægi. Ég lít svo á að sveitarfélögin hafi gert sitt og nú er komið að þeim. Stefán Bogi Sveinsson, bæjarfulltrúi á lokamáli sinni. Orðið er enn laust. Björg Björnsdóttir, bæjarfulltrúi á Kjórsveit. Forseti, ágætu fundarmenn, ég velti því aðeins fyrir mér einmitt í framhaldi af þessum orðum Stefáns Boga sem að ég tek undir öll, hvort að það væri mögulega ástæða til þess að bæjarstjórnin hér og nú myndi einmitt senda einhvers konar áskorun af þessum fundi til sinna þingmanna. Einmitt til að fylgja þeim og kannski valdefla þá, sem er nú gott orð sem er mikið notað nú stundir, í þessari umræðu sem nú er framöndan í þinginu. Ég velti því hér upp. Björg Björnsdóttir hefur lokið máli sínu. Orðið er ennþá laust. Stefán Bogi Sveinsson, bæjarfulltrúi í Byggðamáli. Svo vel. Forseti, ágætt að venda fólk. Aðeins afturvarandi lið 2.7. Það sem framkom í máli Bjargar Björnsdóttur bæjarfulltrúa hér áðan. Það er alveg ljóst að það er nauðsynlegt að setja þrýsting á okkar þingmenn. Ég held að sé svo kannski ekki endilega ástæða til þess að gera það með formun einhverja sérstaklega tillögu hér. Á þessum tímapunkti skiptir mestu máli að tala saman og ræða þessi mál maður við mann. Og það eigum við að gera. Við þekkjum öll þingmenn og við eigum að ræða við á þessi mál. Íta á þá. Málið er hér fært í vinnslu, það er auðvitað vegna þess að það er verið að taka saman umsögn máli sem að fer hinn formlega umsögn og það verður svona hinn formlega afgreiðsla hér en eftir sem áður. Það er alveg ljóst, það þarf að fylgja málinu eftir og hvetja þingmennina okkar til að laga það sem að upp á vantar í þessari áætlun og í rauninni ekki bara þingmenn þessa kjördæmis í sjálfu sér. Fulltrúa fyrst og fremst fulltrúar í umhverfis- og samgöngunefnd sem vinna með þessa áætlun að tala okkar máli hvar og hvenær sem við getum komið því við og ég held að það sé ágætis veganesti fyrir okkur sem hér erum út af þessum fundi og síðan í framhaldinu munum við að sjálfsögðu skila okkur þessari formlegu umsögn og fylgja þeim málum eftir en núna gildir það fyrst og fremst að tala saman. Ég ætla aðeins að minnast á lið 2.6 líka varðandi breytingartillögu Bjargar Björnsdóttur bæjarfulltrúa.
Svona til að lýsa minni afstöðu þá get ég tekið undir það að það sé ágætismál að skerpa á þarna fyrstu setningu tillögunnar að í staðin fyrir að tala að geta tekið undir, að taka undir að ástæða og segja að ástæða til þess að bæta og skýra réttarstöðu foreldra. En ég verð að játa að þar sem ég lesi yfir tillögutextann þá átta ég mig ekki alveg á forsendunum fyrir seinni hluta breytingarinnar. Af hverju við erum að breyta, af hverju lögð fram tillögum að breyta orðalagi þar, því að sko með þessari tillögu þá er rauninni verið að reyna að draga það fram að frumvarpið, þó að sé náttúrulega kalt að segja það og ég veist ekkert það að menn leggja þetta fram af heilum hug og í þeirri von að bæta ástandið en það er bara þannig að þetta snýr miklu frekar þetta hagsmunum foreldra heldur en hagsmunum barna og það er miður. Þetta finnst manni að tillögugerð og frumvarpssmíð þessi mál eigi fyrst og fremst að horfa út frá hagsmunum barna en þarna verður að leggja til gríðarlega umfangsmiklar breytingar sem að fyrst og fremst horfa á hagsmunum foreldrana og síður að manni svona sýnist þess hvað börnunum er fyrir best eða öllu heldur. Það er ekki alveg útséð það að þessar breytingartillögur bæti neitt sérstaklega varðandi stöðu barnanna þó að þeir kannski geti einhverju leyti styrt foreldrana. En er það þess virði að kollvarpa því kerfi sem að sveitarfélögin hafa í kringu veitingu sinna þjónustu? En ég vil að beina þeirri fyrirspurn til Bjargar Björnsdóttur að skýra aðeins hvað felst í og þá einhver sérilagi í síðari hluta breytingartillögunnar. Stefán Bogi Sveinsson, bæjarfulltrúi, hefur lokið máli sínu. Björg Björnsdóttir, bæjarfulltrúi, hann beindi fyrirspurn. Nei, þú ætlar að svara. Já, Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Jú, mér fannst það ástæða til þess að gera þessa breytingu vegna þess að þetta er jú frumvarp sem hefur það að markmiði að bæta og skýra réttarstöðu foreldra. Það er megin markmiði með þessu frumvarpi til laga breytingu á ýmsum lögum. Það er að efla og skýra réttarstöðu foreldranna. Þannig að mér fannst eitthvað kyndugt í fyrstu setningu að taka undir að þessi ástæða til þess að gera það en setja gagnrýna því næst að frumvarpi snúist það, skiljiði. Það var hugsunin hjá mér. En ég sem fyrrum starfsmaður barnaheilla sem vann að hagsmunum barna margra ára skeið, þá er ég algjörlega sammála því að auðvitað eiga hagsmunir barnanna að vera fyrst og síðast í forgrunni en þetta eins og ég skil þetta þá er þessu frumvarpi einkum ætlað að lagfæra þarna einhverja réttarstöðu foreldra eftir skilnað sem að telst held ég ég held að nokkuð almennt sé álitið að það sé ekki alveg réttlátt gagnvart þínum fráskildu foreldrum. Það var nú ástæðan. Björg Björnsdóttir hefur lokið máli sínu og orðið er ennþá laust. En ef ekki fleiri skemmtir að taka til mál þá lokum við mælendaskrá og göngum til afgreiðslu. Og það er fyrst þá liður 2.6 frumvarp til laga breytingu á ýmsum lögum til að heimila skráningu lögheimilis barna hjá báðum forsjárforeldrum. Það liggur fyrir breytingartillaga, ég ætla að lesa hana. Það er semst þá að í stað að í rauninni upphaf tillögunnar og fram að orðinu samanber, skulum við segja. Og breytingartillagan er þá þannig að tillagan hljóði svona fram að því það sem kemur fram samanber. Bæjarstjórn Fljótsdalshéraðs tekur undir að ástæða er til þess að bæta og skýra réttarstöðu foreldra sem deila forsjá barna sinna. Frumvarpið sem slíkt fjallar enda einkum hagsmuni foreldra en það er engu að síður brýnt að tryggja hagsmuni og réttindi barna. Þá ætla ég að bera þessa breytingartillögu upp þess að samþykkja breytingartillögunum gefur merki með því rétt hönd.
Takk fyrir, það samþykkt samhljóða. Þá ætla ég að bera upp tillöguna eins og hún þá orðin svo breytt, semst í heild sinni, og þeir sem samþykkja hann að gefa merki með því réttu hönd. Takk fyrir, það samþykkt samhljóða. Annað ekki tekið fyrir, það þú bent á að það vísað þarna undir lið 8 því sem fram kemur undir lið 2.5. Við höfum þá lokið umfjöllun undir þessum öðrum lið og dagskrá og förum í þriðja lið þegar fundargerð atvinnu- og menningarnefndar Fljótsdalshérað, 70.50 fundur og það Guðfinna Harpa Árnadóttir varabæjarfulltrúi sem tekur til máls. Já, forseti ágæta fundafólk. 70.5. fundargerð atvinnu- og menningarnefndar í 5 liðum. Þar að veru 3 liðir teknir út. Það liði númer 3.2 Ormsteiti 2018 nú vinnuheitið hérna. Snýr nú að Ormsteiti 2019. Þetta drög að auglýsingu þar sem leitað eftir aðila til að taka sér framkvæmd og rekstur Ormsteitis og það liggur fyrir hérna tillaga að tillögu atvinnu- og menningarnefndar samþykkir bæjarstjórn fyrirliggjandi auglýsingu og felur starfsmanni að birta hana við fyrsta tækifæri. Síðan það liður númer 3.4, listaverk Sölva Aðalbjarnarsonar. Þar eftirfarandi tillaga lögð fram. Bæjarstjórn tekur undir með atvinnu- og menningarnefnd og tekur jákvætt í erindið og felur starfsmanni nefndarinnar að vinna málið áfram í samstarfi við Sölva. Og svo mál númer 3.5 örnefnaskráningu og þar eftirfarandi tillaga lögð fram að tillögu atvinnu- og menningarnefndar samþykkir bæjarstjórn fyrirliggjandi samstarfssamning fyrir sitt leyti og fagnar verkefninu. Að öðru leyti fundargerðin lögð fram til umræðu og afgreiðslu. Guðfinna Harpa Árnadóttir hefur lokið máli sínu og orðið þá laust undir þessum þriðja lið. Einhver sem óskar eftir því að taka til máls? Ef svo ekki, að þá mælendaskrá lokað og gengið til afgreiðslu einstakra liða. Og það þá fyrst liður 3.2 Ormsteiti 2018, tillagan þar borin upp eins og hann lesin og kynnt hér áðan, þeir sem samþykja gefur merki með því réttu hönd. Takk fyrir, það samþykkt samhljóða. Það þá næst liður 3.4 listaverk Sölva Aðalbjarnarsonar. Þar tillagan borin upp eins og hún var lesin og kynnt hér áðan, þeir sem samþykja gefur merki með því réttu hönd. Takk fyrir, það samþykkt samhljóða. Og síðust það liður 3.5, það örnefnaskráning. Tillagan borin upp eins og hún var lesin og kynnt hér áðan, þeir sem samþykja gefur merki með því réttu hönd. Takk fyrir, það samþykkt samhljóða. Og við höfum þá lokið með afgreiðslu þeirra tillagna sem að lágu fyrir undir þessum þriðja lið og göngum þá næst til 4. dagskráliðar. Þar undir fundargerð umhverfis- og framkvæmdanefndar, það 99. fundur nefndarinnar. Fundargerðin í 2 liðum, fjalla annars vegar starfsáætlun nefndarinnar, hins vegar fjárhagsáætlun fyrir komandi ár. Það ekkert tekið út til afgreiðslu eða tillögugerðar hér í fundargerðinni en orðið laust undir þessu liðum einhver óskar eftir að taka til máls. Ef svo ekki þá mælendaskrá lokað og svo sem ekki margt meira það að segja, þá fundargerðin bara þar með hefur hún verið lögð hér fyrir bæjarstjórn. Næst 5. liður á dagskrá, það gildir nú mikið til það sama þar, það fundargerð fræðslunefndar Fljótsdalshéraðs, 267. fundur nefndarinnar. Fundargerðin í 4 liðum, enginn þeirra tekin út til sérstakrar bókunar hér, en orðið laust ef að einhver óskar eftir því að taka til máls. Ef svo ekki, þá mælendaskrá lokað og við höfum þá lagt þessa fundargerð fram hér fyrir bæjarstjórn. Það þá næst 7. liður á dagskrá, það fundargerð íþrótta- og tómstundanefndar, 46. fundur nefndarinnar og það Berglind Harpa Svavarsdóttir bæjarfulltrúi sem tekur til máls. Forseti, góði fundamenn. Ég ætla að fara hérna við fundargerð íþrótta- og tómstundanefndar, nr. 46. Hún var sem sagt í 2 liðum og 1 liður tekin út, liður 6.1.
Það er fjárhagsáætlun íþrótt- og tómstundanefndar fyrir árið 2019. Eftirfarandi tillaga lögð fram. Að tillögu íþrótt- og tómstundanefndar samþykkir bæjarstjórn að opnunartími íþróttamiðstöðvarinnar á Egilsstöðum verður lengdur klukkustund laugardaga og sunnudaga frá og með næstu áramótum. Auknum kostnaði verði mætt með gjaldskrárhækkun og væntanlegur auknum tekjum miðstöðvarinnar. Nánari útfærsla á breytingu á gjaldskrá íþróttamiðstöðvarinnar er í vinnslu en fjárhagsáætlun nefndarinnar að öðru leyti vísa til gerðar fjárhagsáætlunar 2019. Fleiri liðir voru ekki teknir út. Þetta er lagt fram til umræðu og afgreiðslu. Berglind Harpa Svavarsdóttir hefur lokið máli sínu og orðið er laust. Er einhver sem óskar eftir að taka til máls undir þessum lið? Anna Alexandersdóttir bæjarfulltrúi, gjörðu svo vel. Forseti og góðir fundarmenn. Ég ætla að ræða hér lið 6.1. Ég fagna því að menn séu að skoða, eða við erum svo sem að fara að staðfesta á þarna, að lengja opnun íþróttamiðstöðvarinnar laugardag og sunnudag klukkutíma. Það hefur verið ákall þetta í mörg ár. Bæði af fólki sem er að stunda útivist og annað sem finnst gott að geta þá farið í sund. Ég held að þetta snúist fyrst og fremst sundlaugina þegar það er komið heim. Það hefur nú verið talsverð umræða í samfélaginu og þetta eftir að menn voru búin að lesa fundargerð íþrótt- og tómstundanefndar þá fékk ég til mig það þarf líka að opna klukkan 6 alla virkadaga svo að við sem byrjum að vinna klukkan 8 getum farið í ræktina. Þannig að þetta er, og það er gleðilegt að það bara að fólk sé að viðhalda heilsunni sinni með því að stunda hreyfingu og annað, en það er nú ekki svo sem inn í þessu núna svo stöddu, en hvað veit maður, svo aðrir sem segja þetta er náttúrulega galið að vakna svona miðjanótt til að fara að hreyfa sig, en ég bara, þá náttúrulega eftir að taka upp, þú veist þá eftir að vera nánari útfærsla á breytingu og gjaldskráni og þeir í nefndinni eru líka að ræða svonefndan hjónaafslátt sem hefur einnig verið til umræðu áður og hvernig menn kannski koma þá til með að breyta honum. Það verður frjólegt að segja hvaða tillögur þeir koma með í því efni. Takk. Anna Alexandersdóttir hefur lokið máli sínu og orðið er laust. Undir þessum 7. lið er einhver sem óskar eftir því að taka til máls. En ef svo er ekki þá er mælendaskrá lokað og gengið til afgreiðslu. Það er lið 6.1, tillaga sem kemur fram þarna undir fjárhagsáætlun íþrótta- og tómstundanefndar og ég ber hann upp eins og hann var lesin og kynnt hér áðan. Þeir sem samþykkja gefur merki með því rétt upp hönd. Takk fyrir, það er samþykkt samhljóða. Og við höfum þá lokið afgreiðslu á 7. dagskrárlið og göngum til 7. dagskrárliðar. Það er fundargerð ungmennaráðs Fljótsdalshéraðs, 72. fundur ungmennaráðs. Fundargerðin þar er í 3 liðum en engin þeirra er tekin út til sérstakrar bókunar. Orðið er enga síður laust undir þessum 7. lið ef einhver óskar eftir því að taka til máls. Ef svo er ekki þá er mælendaskrá lokað og fundargerðin hefur þá verið lögð fram hér fyrir bæjarstjórn. Og þá er það síðasti dagskrárliður þessa fundar, það er 8. liður, samstarf sveitarfélaga á Austurlandi. Þar liggur fyrir tillaga, ég er að lesa hann upp, hún skýrir sig nú mikið til sjálf. Hljóðar svo, bæjarstjórn Fljótsdalshéraðs samþykkir að skipa 3 fulltrúa í samstarfsnefnd sem kannast skal möguleika á sameiningu sveitarfélaganna Borgarfjarðarhrepps, Djúpavogshrepps, Fljótsdalshéraðs og Seyðisfjarðarkaupstaðar í samræmi við 119. grein sveitarstjórnarlaga. Ákvörðun þessi er tekin á grundvelli niðurstöðu skoðanakönnunnar á meðal íbúa umræddra sveitarfélaga er framkvæmd var á vordögum 2018 en niðurstöður hennar sýndu vilja íbúa til sameiningar. Horft er til þess meðal annars að sameining muni leiða til bættrar þjónustu, öflugri stjórnsýslu og auknum líkum á að ná árangri í áherslum í byggða- og samgöngumálum unnið hefur verið að árum saman. Stefnt skal að því að samstarfsnefnd skili niðurstöðum til sveitarfélaganna þannig að hægt verði að leggja þær fyrir íbúa þeirra til ákvörðunar fyrir lok árs 2019
en samstarfsnefndin falið að setja verkefninu tímaramma og endurskoða hann eftir því sem verkefninu vindur fram. Fulltrúi Fljótsdalshéraðs skal boða samstarfsnefndina saman til fyrsta fundar. Bæjarstjórn Fljótsdalshéraðs felur bæjarráði að skipa fulltrúa Fljótsdalshéraðs og tilkynnum það til hinna sveitarfélaganna. Þessi tillaga liggur hér fyrir og ég hygg að flestir sem hér sitja þekki tilefni hennar orðið laust undir þessum lið. Björg Björnsdóttir bæjarfulltrúi, gjörðu svo vel. Forseti og getur bæjarfulltrúar og fundarmenn. Ég verð bara að koma hér upp til að lýsa yfir einskjari ánægju minni með það að við séum komin á þennan stað að vera að taka afstöðu til svona tillögu. Tillögu sem gerir ráð fyrir því að það veri farið í formlegt ferli við að skoða hvort hægt sé að sameina þessi 4 sveitarfélög. Formlegt ferli sem að líkur þó óhjákvæmilega með íbúakosningu, vonandi hér bara innan árs. Og vonandi ber okkur gæfa til að sameinast og standa eftir styrkari fótum. Það var komið inn að það var hér fyrir á fundinum í umræðum samgönguáætlun að ef að það sýnir okkur til dæmis eitthvað, þá það er okkur mikilvægt að standa saman þegar kemur á svona mikilvægum málum fyrir okkur í landshlutanum. Og ég vona innilega, ég veit að þessi tillaga til umfjöllunar hjá sveitar- og bæjarstjórnum í öllum þessum sveitarfélögum í þessari viku og ég get bara sagt ykkur það að ég býð spennt eftir því að fundi sveitarstjórnar eða hreppstjórnar Djúpavogshrepps ljúki á morgun því þeir eru síðastir og ég vona bara virkilega að allir þessir sveitarstjórnarmenn muni samþykkja þessa tillögu og við hefjum þetta að mínu viti mjög svo nauðsynlega og mikilvæga ferli. Já, Björg Björnsdóttir bæjarfulltrúi lokið máli sínu. Stefán Bogi Sveinsson bæjarfulltrúi, gjörðu svo vel. Forseti og ágætt fundafólk. Þessi tillaga sem að hér lögð fram kemur nú svo sem ekki út úr tóminu. Fulltrúar þessara sveitarfélaga hafa verið að ræða saman óformlega undanfarnar vikur og niðurstaðan er sú að leggja þetta til og fara með þetta í umræðu innan sveitarstjórna allra sveitarfélagana í vikunni eins og kom fram í máli Bjargar Björnsdóttur bæjarfulltrúa hér áðan. Það kemur líka fram í tillöguna, hún byggir auðvitað á þeirri skoðanakönnun sem var gerð hér fyrir nýliðnar kosningar til þess að kalla fram svona mynd af afstöðu íbúa sveitarfélaga á Austurlandi, 6 sveitarfélaga á Austurlandi til sameiningarkosta. Aðdragandinn hefur þannig verið tölverður og ég vona það að við munum stíga þau skref núna að hefja þetta ferli formlega og hef mjög mikla trú á því að sameining þessara sveitarfélaga geti verið gæfuspor. Það er alveg ljóst að þetta verður mikil áskorun, bæði vinnan sem þessu fylgir sem og síðan það ef að verður að sameina þessi sveitarfélög. En ég held að kostirnir séu mun fleiri heldur en gallarnir og það er líka ákveðin kostur að ég tel að með því að ráðast í þessa vinnu þá getum við kannski einmitt svolítið skoðað af hverju sumir íbúar í samvinnum sveitarfélögum hafa verið ósáttir, hvað er hægt að gera til að koma til móts við gagnrýnisraddir, hvernig getum við komið málum þannig fyrir að það sé öruggt að það einmitt kostirnir komið sem skýrast fram gagnvart öllum íbúum og við lágmörkum áhrif, hinn neikvæðu áhrif sem að fylgja stækkun sveitarfélaga. Og eins og viðræður á milli þessar sveitarfélaga hafa þróast þá verð ég að segja, ég er mjög spenntur fyrir þessu ferli og ég er líka spenntur vegna þess að ég lít svo á að öll þessi sveitarfélög hafa eitthvað fram að færa sem að getur nýst nýju og sameinuðu sveitarfélagi. Ég held að öll þessi sveitarfélög hafi á einhverjum sviðum skarað fram úr, unnið að sínum málum, þannig að eftir hefur verið tekið á landsvísu. Og ef okkur ber gæfa til þess að byggja á öllum þessu styrkleikum þá verður hér til mjög öflugt nýtt sveitarfélag.
Því er ekki að neita að það er svolítið einkennileg tilhugsun samt þegar maður horfir til þess að við tökum ákvörðun þetta mál fyrir lok næsta árs og innan 1,5 árs þá verði til hér nýtt sveitarfélag. Hvað gerum við þá? En ég held að við ættum að einmitt hafa kjark og þor til þess að stíga skref og framkvæma breytingar. Það hafa svo sem aðri gert á undan okkur sem hér sittum núna og ég held að við skuldum þeim sem á eftir okkur koma það að grípa þetta tækifæri sem núna er til þess að vinna í þessum málum af fullri alvöru og einurð. En legg þó áherslu á það að það er afskaplega mikilvægt að þetta ferli sem nú fer í hönd verði þannig að íbúar geti treyst því að niðurstöðurnar úr því byggi á einhverju sem er raunverulegt, einhverju sem ekki einhverju bara sem að menn hafa komið einhvern veginn með sér, einhverjar gefnar forsendur inn í þessu umræðu, að menn hafi sannarlega unnið vinnuna sem þarf til þess að greina framtíðarsýnina og ef að það útheimti þá meiri tíma, þá tökum við okkur meiri tíma. Ef það útheimti meiri peninga, þá setjum við það meiri peninga. Að við vinnum þetta þannig að þetta sé skothelt, sem er orðið það bara þannig. Og við skuldum okkar íbúum það líka, við verðum að tryggja það að allir þeir sem að fylgjast með þessu ferli hafi þá trú á því að þeir hafi sannarlega fengið allar upplýsingar sem að þeir þurfa til þess að taka upplýsta ákvörðun þegar þar að kemur. Og þá er kannski komið að því sem er mergurinn málsins í raun. Með þessari ákvörðun þá erum við sveitarstjórnarfólk að vísa þessu til íbúana. Þetta er í rauninni það lýðræðislegast sem hægt er að gera í stöðunni. Jú, við ætlum nú að axla þá ábyrgð að vinna þessa vinnu, við ætlum að axla þá ábyrgð að kynna málin, en á endanum er ákvörðunarvaldið fært til íbúana í beinni kosningu. Og ég held að það sé það í rauninni það besta sem hægt er að gera. Þetta er ferli sem gengur út á það að safna saman upplýsingum, fræða, upplýsa og gera fólki kleift að taka upplýsta ákvörðun á eigin forsendum. Og ég hlakka til vinnuna sem framöndan er, ég hlakka til þess að geta borið þennan valkost fyrir íbúa og fagna því líka bara og hlakka til raunin að taka niðurstöðunni hver svo sem nú verður. Af því að hver svo sem niðurstöðan verður þá auðvitað vinna menn áfram. En það leikur síðan fyrir bæjarráðið að skipa þessa 3 fulltrúa og ég talaði um það áður, ég legg ríka áherslu á það, við reynum að ná sem breiðastri samstöðu skipa þeirra fulltrúa, að það skipti máli að þessi hópur fái það sem veganast inn í vinnuna, það sé breið samstaða á bakvið þessa fulltrúa frá bæjarstjórn og bæjaryfirvöldum hér á Fljótsdalshéraði. Stefán Bogi Sveinsson bæjarfulltrúi lokið máli sínu og Aðalsteinn Ásmundarson varabæjarfulltrúi hefur beðið orðið. Forseti, fundarmenn, ég ætla nú að hafa þetta stutt. Ég ætla bara að fagna þessari tillögu og ég kem til með að styðja hana heilshugar og ég er sérstaklega ánægður með það að það er að vinna þetta svona hratt og það er að liggja fyrir niðurstaða innan árs og ég er sannfærður um það að verði þetta samþykkt þá mun fjórðungurinn koma sterkari út og íbúarnir græða mest. Aðalsteinn Ásmundarson varabæjarfulltrúi hefur lokið máli sínu. Anna Alexandersdóttir bæjarfulltrúi hefur beðið orðið. Forseti og góðir fundarmenn. Mér langar að segja hérna nokkur orð varðandi þennan lið. Ég man nú ekki hvort það er ár síðan, en við sátum hér við þetta borð í bæjarráði og vorum að ræða þetta samstarf, aukið samstarf sveitarfélaga á Austurlandi og jafnvel sameiningu. Hvort að við ættum að heyra í þessum fulltrúum sveitarfélaga á samstarfssvæðinu, samstarfssvæði félagsþjónustu og brunavarna á Austurlandi. Og ég fagna mjög þeirri stöðu þeim skrefum sem við höfum tekið og þetta sé komið á þennan stað að við erum að fara að staðfesta hér okkar hluti því að við séum til í að skipa hér formlega samstarfsnefnd. Við ætlum að fara í formlegt ferli. Það sem þessari samstarfsnefnd falið að afla gagna svo íbúarnir geti tekið upplýst ákvörðun.
það er svona það sem samstarfsnefndinni, ég lýs svo á að samstarfsnefndinni er ætlað að gera. Við ætlum að vinna hratt og afla þeirra gagna sem þarf til að kynna fyrir íbúum. Og tek undir góða ræðu bæjarfulltrúa Stefáns Boga hér áðan í hverju þetta felst, og þetta er lýðræðislegt, þetta er ákvörðun íbúanna. Og svo vinnum við þá áfram bara með það hver svo niðurstaða verður. En já, þetta er bara, mér finnst bara mjög gleðilegt með að það er ekki svo langt sem við sátum hér saman við þetta borð einhvern mánudagsmorguninn og vorum að ræða þetta, hvernig við ættum að koma þessum málum áfram. Þannig að og 4 sveitarfélög af 6 sem voru í þessari skoðanakönnun, bara hefði alveg verið gaman að við hefði verið bara öll. Ég hefði mest viljað við værum að taka það samtal, en svo var ekki úr niðurstöðu 2 sveitarfélaga, þannig að þá var þetta svo. En við lokum ekkert fyrir það að ef það breytist áhugi þeirra við bjóðum þeim á verkefninu. Takk. Anna Alexandersdóttir hefur lokið máli sínu, Gunnar Jónsson bæjarfulltrúi hefur beðið orðið. Forseti góður fundamenn. Það er samstarfssveitarfélag á Austurlandi. Ég ætla nú ekki að hafa mörg orð undir þessum lið, en mér er sérstaklega ljúft að taka undir all þau orð sem að aðri bæjarfulltrúar hafa mælt hér þetta. Og ég veit ekki hvað skal segja. Mér finnst það eiginlega með ólíkindum að við séum þó komin á þennan stað núna, því að það var nú bara á síðasta vetri sem að við settumst niður hér sem að vorum í samstarfsnefndinni fyrir þessi 6 sveitarfélög og hófum samtalið sem lauk síðan, með þessari skoðanakönnun sem hér er vitnað til. En ég hef sagt það hér áður úr þessari pontu. Þetta samtal var mjög þroskandi og gefandi að eiga. Það var, mér fannst það eiginlega mjög sérstakt, maður er nú með svolítið reynslu í þessum sveitarstjórnarmálum, mjög sérstakt þegar við settumst niður, fulltrúar, einn frá hverju sveitarfélagi, þessari 6 sveitarfélaga, að til að byrja með, þá vorum við svolítið út og suður. En einhvern veginn náðist mjög hreinskiptin umræða stöðuna í hverju sveitarfélagi fyrir sig og þetta var svona traust og góð umræða. Og markmiðin sem við vildum ná, þau lágu nokkuð ljós fyrir og þau voru náttúrulega óskaplega lík þegar upp að staðið. Þess vegna erum við kannski hér og ég vil bara leggja áherslu á það að í þessum viðræðum sem fara vonandi í hönd og þessi 4 sveitarfélög sem að fara hér af stað, vonandi öll inn í þetta, við höfum eftir að sjá það eins og hér kom fram á það klárast á morgun. En ég vil leggja áherslu á það að í þessum umræðum verði gætt fullrar sanngirni og ákveðnar virðingar, gagnkvæmrar virðingar fyrir öllum þessum sjónarmiðum. Þau eru mörg, þau eru breytileg, en ég held að við eigum mikla samleið. Og ég tek undir þau orð hér áðan að ég er alveg klárað því ef þetta gengur eftir þá stöndum við mun sterkari eftir. Og það verður stolt sveitarfélag með þessa, hvað vil ég segja, glæstu byggðakjarna sem eftir standa. Hvert þessara sveitarfélaga eins og þau eru í dag hafa sinn sjarma. Það er Seyðisfjörður hefur geysilegan sjarma, það er eitthvað sérstakt við Seyðisfjörð alltaf. Það er bara í mínum huga, það er mín skoðun og mér finnst það alltaf þegar ég kem þar. Sama er að segja Djúpavog, sama er að segja Borgarfjörð.
vonandi sjá þau einhvern sjarma við Egilsstaði og Fljótsdalshérað, en það sem ég er að reyna að segja með þessum orðum, að sjáu þið ákveðin fjölbreytileika og hvað þetta eru flottir byggðakjarnar einir og sér, en styrkurinn til lengri tíma litið, hann kemur fram ef við stöndum saman með öll þessi fallegu og í raun og veru sterku, hvaða orð á ég notaði, samfélög sem þarna eru. Þessi samfélög ætla að taka samtalið það að eiga samvinnu til þess að bæta hag íbúana og megi okkur vel ganga. Gunnar Jónsson hefur lokið máli sínu, Björg Björnsdóttir hefur beðið málið. Bæði þetta. Forseti, ég mátti bara eiginlega til með að koma hér upp af því að okkur voru að berast þær fregnir að Seyðfirðingar eru búin að samþykkja samhljóða þessar tillögur á sínum fundi, þannig að Borgfirðingar gerðu það á mánudag og vonandi gerum við það hér og eftir, þá eru bara Djúpavogsbúar eftir. Mér langaði kannski líka aðeins að nefna að auðvitað heyrðum við og þau ykkar sem hér sitið og voruð á landsþingi Sambands íslenskra sveitarfélaga á dögunum. Auðvitað er að verða líka til ákveðin þungi í þessa átt, þar að segja sveitarfélög styrki sig með sameiningum og það kom berlega fram einnig í máli ráðherra sveitarstjórnarmála á fjármálaráðstefnunni í síðustu viku að hann sér fyrir sér að þessar svona, það sem hann kallar frjálsar sameiningar, það verði gefin svona 4 eftir vill 8 ár í það, en eftir það verði líka farið í það að setja lágmarksfjölda íbúa í sveitarfélagi og í raun og skylda sveitarfélagin til að sameinast. Ég held að það sé miklu betra fyrir okkur að gera þetta á okkar eigin forsendum, taka okkur, ég tek undir það með Stefáni Boga, þann tíma sem við þurfum til að gera þetta vel, þannig að íbúar allra þessara sveitarfélaga njóti ágóðans af þeirri vinnu og af sterku nýju sameinuðu sveitarfélagi. Björg Björnsdóttir hefur lokið máli sínu. Orðið er ennþá laust til þessum 8. dagskrárlið. Þetta er nú alveg verið að síðasta séns og nú er það orðið og seint. Ég loka mælendaskrá. Þá liggur ekki annað fyrir okkur heldur að bera upp á tillögu sem var lesin hér áðan og ég gera það hér með þeir sem samþykkja tillöguna að gefa merki með því að rétt upp handið. Takk fyrir, aðeins samhljóðan. Og við höfum þá lokið því að fara yfir dagskrá þessa fundar. Við lokum nú fyrir útsendingu frá fundinum með fundi